Já, góðan daginn. Ég heiti Guðmundur Gunnarsson, kemur frá Hampiðinni. Ég er búinn að vera nokkuð lengi þar viðlöðandi og ég hef fyrst búinn að taka þátt í þessu í vetur, svo frestaði það aðeins smá tíma. En nú er þetta orðið klárt og ég ætlaði hérna að segja frá þróun botntrálara undanfarna áratugi og þetta er eins ég flutt á sjávarútvegsráðstefnunni 2015 og það er ansi miklar breytingar sem hafa farið þar í gegn. Þetta eiginlega fyrst hefst hérna 1905 þegar Íslendingar fá fyrsta skrúfudrifna gufutogara Íslendinga til landsins. Þetta er svona eiginlega upphæðilegt iðnbylting í Íslandi því að það kom svo margt samhliða þessum togara. En Einari Þorgilssyni í Hafnarfirði, honum tókst að samhæfa það að veiða fiskinn og vinna fiskinn. Og þeir gerðu það þannig að þeir fóru út á kvöldin, fiskuðu á nóttunni í Faxaflóa og Einar Þorgilsson tók þorskinn, hann var flattur, en hinn fiskurinn sem þeir fiskuðu, hann var seldur í Reykjavík, mótnarlega á daginn, sem svo kallað tros. Og þetta var eiginlega svona fyrst í raunhæfur rekstrargrundvöllur togara. Fram að þessu höfðu menn, eins og við hefum komið fram hér, menn voru mest að bíða eftir fisknum. En þarna er í fyrsta skipti sem að Íslendingar geta verið að elta fiskinn af krafti. Nú þetta skip var mjög afkastamikið miðað við til að þau skip sem voru hérna skútur. Og hann veitti stundum meira á einum degi. En skúta á heilu mánuði. Og það er til tölur ennþá samanburður, hann er alveg ótrúlegur. Næsta. Aðeins tilbaka. Þetta er mjög skemmtileg mynd sem við sjáum þarna. Þetta er sem sagt, þetta skip var 225 tonna þyngd með 30 metra langur. Og hérna, það er Bjarni Sæmundsson, fiskifræðingur, sem teiknaði þessa mynd. Og þarna sést að trollið, eða hlerarnir eru tengdir beint í trollið og pókinn síðan hengdur þarna upp til þeirri stiklaða. Og þetta var kolatogari. Næsta. Hérna er svona þróun yfir það hvernig trollið hefur verið í gegnum árið, þannig 1895. Þar sjáum við bómutroll, þetta var svona bjálki og sem kom í staðinn fyrir höfuðlínu og síðan bara 3 hanafótur hérna. Þetta voru mjög takmarkað sem þetta veiðarfæri gat farið, en þeir voru þá að draga þetta. 1905 þá er þetta það trollið sem að hérna Kúrt er komið með hér til Íslands. Og þarna eru komnir hlerar, það er komin höfuðlína og þetta troll var notað lengi vel alveg til þessi útbúnaður. Alveg þar til 1925 og þá koma svo kallaði grandar hérna á milli. Þetta þótti alveg feikileg bylting og jók aflanum alltaf 50%. Og þá sem, síðan kom við hérna og þetta fyrirkomulag var notað áratugaskeið. Menn voru með undirvængina alveg fram í vængenda og fram að þessum tíma, 1960, þá voru togarnir eiginlega á grunnslóð, meira og minna. Það er fært landhelginni færð 3 mílum í 4 1958 og 52 og 58 í 12 mílum. Og þá svona smátt og smátt þurfa togarnir að fara utar og yfir til annan landa, til og með til Grænlands. Og þar voru menn bara konur inn alveg nýjar lendur sem þeir þekkti ekki og þá var þetta tíðum að trollið það rifnaði bara þarna framan það sem það kemur fyrst í kargan eða hvað sem er og það rifnuði bara framvænginir úr og það endaði þannig að menn bara létu trollið fara þarna aftur og sáu það að þeir fengið ekki minni fisk þó þeir væri með þetta. Næsta. Nú, flestir togarnir voru í byrjun með svo kallaðar rópakerfi
Það fóru rópar frá eiginlega hlöðum og aftur á höflinu, þaðan niður í gegn í kvartana. Það voru kallaði kvartrópar og það var rosaleg mikil vinna og viðgerðarvinna í kringu þetta. Það hefði til rigna náttúrulega þegar þetta lá í bræðu kannski við skipið og það var óhefni vinnan að gera við þetta. Þessi aðferð var þróuð á þýskum togurum, það var bang upp aðferðin. Þarna fyrir að hífa bobbingalengjunum upp á milli gangana, trollgangana. Það sést hérna til hliðar. Þetta náttúrulega létti gríðarlega mikið á mönnum, en þeir voru náttúrulega ennþá að draga restin inn á höndum. Næsta. Nú hérna erum við komin fram til 1960, 1970, þá verið að fara úr náttúrulegum efnum yfir í gerviefni og ég hef stundum kallað þetta hérna þöglubyltingu. Þetta var alveg gríðarlega stórt framfaraskref. Ég tala ekki til þetta fyrir sjómennina að fá svona efni sem að endist miklu lengur og var bara mikið betra að vinna. Hampiðan framleiddi net, garn og kala árabil og það var allt úr sísa við að manninu. Og 1960 þá var hérna stjórn Hampiðna, það voru eldri menn, margir sem stofnuðu fyrirtækið, sátu í stjórn og þeir vildu hérna alveg viðurkenna þessi gerviefni strax. Þannig að það var svona bara minnkaði salar á þessu eins og við hafum Arnar að lýsa. En Hampiðan var svo heppinn að það kveiknar í lagurinn, það var tróðfullt og lagur að Hampiðan. Það logaði hálfa mann. Það rettaði Hampiðan. En síðan fór þetta hægt að koma og ég veit á sögu að til Bjarni B. Fyrirvændi hérna, gamli forsætisráðherra, það var hann sem sagði Hampiðan skal lifa. Og hérna eins og sé, þetta var gríðarleg bylting með þessi polyetylennet og smátt fór þetta svona þokast upp við. Kannski ein mesta byltingin í þessum polyetylennetum var svo að við fórum að gufustrekka netin. Og þá náttúrulega var mikið meira stabilitet í þessu, mikið betur að vinna þetta og trollin héldu sér bara einfaldlega mikið betur. Og þarna gamla myndin fyrir að margir sé þetta fólk að nýta handnýtanett sem að var eiginlega algjörlega hefði gert með trollnet fyrir togarana alveg fram til 1960 í heimahúsum og verksmiðjum, verkstæðum. Þetta var gífurlegur fjöldi af fólki sem að hafði atvinnu við. Og hérna erum við konur í skuttóratíðanbilið, frá síðutóra í skuttóra. Þá breytist, trollið sjálf kannski breytist ekki mikið, svona framparturinn á því. En afturendinn, þá farið að taka pokan inn og trollið að aftan skutt. En þar að voru menn með lyftipoka eins og sést þarna á síðutónunum. Og við þetta lengist trollið, það verður svona sverara og sterkara. En það þurfti að taka þetta kannski 30, 40, 50 tonna höll inn á dekki einu í staðinn fyrir 1, 2, 3 tonn. Næsta. Nú trollnetanotkunin, ég hef verið að ræða við skipstjóra eða menn sem hafa voru á síðutónunum með þetta gamla efni og þeir voru að segja, svona ég tók það saman að það hefði líklega verið svona 24 troll á ári og það ekki of lítið sem að menn voru að nota af gamlu hampinum, gamla hampinum. Og þetta var náttúrulega vegna þess að hampurinn hann bara rotnaði með tíð og tíma, hljóp og var þungur, trollin fór mikið meira í botn, rifnuðu meira. En á þessu tíma var helmingur af störfum háseta við áhafnarinnar var veiðarfæra vinna. Nú síðan var náttúrulega heilmikil handnýting á verkstæðum og í heimahúsum. Nú síðan þegar skuttogararnir koma inn og polyetylen eða gerviefni, að þá var það gjöfur bylting í þessum málum. Að þarna voru að tala 24 troll
Mér minnir að ég áætla að þetta hefði farin í 6 pólíetýlen troll á ári. Nú þessi pólíetýlen net, eins og flest allir þekkja hér inni, þau voru þetta mikið sterkari núningssóðnari, þau rotna ekki, þau eru margfalt endingar betri. Næsta það. Nú það var náttúrulega svipuð gríðarleg bylting í hlerónu sem að skvera trollið í sundur og þarna voru lengi upp að þessu því, þetta er ekki þátt í 80-90 ár sem að menn voru að nota tréhlera og stálhlerarnir þeir koma hér til lands eitthvað í kringum líklega fyrir eða eftir 1970 og þóttu, já og ég hafði aðsnöðið til það ævisögu hans Kristins hérna hjá Berghuginn og hann einmitt segir frá því að þegar Vestmannaeyjan kom fyrst þá koma þeir með stálhlerar með sér og þeir alveg báru af í liði miðað þá sem voru með hérna tréhlerar og síðan er ennþá meiri þróun orðin í hlerónum. Næsta það. Nú það sem það hefur hjálpað okkur í gegnum árin bæði netgerðarmönnum og eins sjómönnum það er það að við fórum að skynja og sjá betur veðurfarið í notkun. Það er mjög erfitt að ímynda sér hvort hvorki nót eða troll liggjandi svona eins og hrúgur alla jarðir. Maður getur illa ímynda sér að þetta tæki sig á sig ykkur á lögun. En þegar við fórum að fara í tilraunartanka og eins þegar við fórum að taka neðansjávarmyndir af trollunum að þá alveg gjörbreyttist svona að eiginlega opnuðist alveg nýr heimur það hvernig troll ætti að vera. Og hérna til og með þetta sést fiskur fara hérna yfir rockhopper aftur í pokann. Við hafðum átt í mjög góðu samstarfi við til og með þetta Hafrannsóknastofnun og við höfum alltaf átt það í rauninni svona rannsóknir og við vorum mjög duglegir sérstaklega við botntrollið svona í kringum 80 til 86. Og þá var eiginlega gerður trollunum gjörbreytt að mörgu leyti og eru þannig enn í dag. Eins og margir muna með eldri trollin þá var alltaf svakalega mikið slaki utan vængjum inn á höfuðlínu eða fiskilínu og það var sama með pólíetýlen, það var mikið slaki alltaf. En í dag þá er þetta allt farið burt og ég held að þetta verið leiður að því að hampurinn eða sísaldinn, hann hljóp við notkun, töluvert mikið og þetta fylgdi yfir í pólíetýlen. Og síðan var þetta kannski einn bylting sem var nú hljóð líka má segja. Það var þegar menn fóru að fá svo kallaða veiðarfæra nema. Að þarna gátu menn í minnir að fyrstu nemarnir hafi verið á pokann til að sýna mönnum fyrir hvað er komið í pokann. Og það var nú orðið þannig að menn bara fóru ekki á sjó nema að vera með þennan mælinn með sig. Og síðan smátt og smátt var þetta fóru þetta framar í trollið. Í dag geta menn eiginlega mælt hvað sem þeir vilja með svona mælum. Það er höfuðlínumælir. Það til og með þetta breytti alveg gríðarlega því hvað menn voru að nota langa víra við að toga. Þetta var svona standard hlutfalls 1/3. Menn voru að toga 100 metra dýpt, þá notuðu 300 metra af vír. En þetta er alveg gjörbreytt í dag. Nú þetta orsakaði það líka, því nú að það var mjög minni trollnetanotkun. Það var fyrir þá sem verið að framleiða náttúrulega veðarfæri. En í dag, ég er áætlað svona að þeir séu að nota 2-3 pólíetýlen botntroll á ári og jafnvel minna. Þannig að þetta er alveg geysileg bylting sem er orðið með þessum nemum. Og sjálft í framtíðinni þá á þetta að vera ennþá meiri bylting því að við erum allavega svona búin að setja í gang þróunarvinnu á því í hampiðinni að fara að koma ljósleiðara þarna niður í trollið. Og þá held ég að svona opnist ennþá meiri víddir og þegar þeir hægt að fara bara að trolla í beinni. Nú,
hérna er komið aðeins inn á Dínema efnið sem var mjög byltingakennt á sínum tíma en í rauninni, þetta er polyetinu líka en bara framleitt allt annað máta. Og þetta er mjög sterkt efni, það er eiginlega með sama slitstyrk og stál, til stálvík í sama sveigleika en margfalt léttara og það er með frekar litla tognun. Tölvöld mörg skip eru komið með þetta í staðinn fyrir távír, sérstaklega uppsjávarskipin. En það er ekki eins góður árangur í botnrólsveiðunum. Það er bara eitt skip sem er búin að vera með þetta þó í 10 ár og það er Vestmannaeyjar. En þetta er komið mjög víða, þetta er komið líka í botnról, það er sem dæmi í höfuðlínur á botnrólum og í flótrólum þá er þetta mjög mikið notað með allt í kringum hlerana, grandara og margt fleira. Þetta hefur ekki náð mikið útbreiðslu í botnróli sjálft, í netið. Það var hugsanlega vegna þess að í byrjun vorum við bara með einfaldan hnút í netinu, þetta er mjög sleipt efni. Það vildi renna til í hnútum og var svona dálítið limpulegt mjög fljótlega. En nú teljum við okkur vera konið með nýtt net sem við kallum Advant og þar erum við með tvöfaldan hnút, vorum við konið með það á gamla efnið. En svona það er meiri stífni í því, það heldur sér betur. Og við höfum náttúrulega flest af því séð það troll sem er svona limpulegt og það er náttúrulega festist þarna fjandlan á dekkinu sko það er að vinna þetta og rifnar í það. Næsta þetta. Og hérna er svona smá sýnishorn af því hvernig trollin er í dag, svona séð frá hlið. Þarna til vinstri að þar er svona þetta venjulega botntrollskerfi sem við höfum verið að nota áratug á skeið. Og þar inn í líka náttúrulega kemur að menn fóru að fara úr bobbingum yfir í rockkoppir. Ég held að sé að vera 25 ár síðan eða meira. Það breytti miklu, vilja margir meina, sko það hefur verið meiri veiðni, það var endingar betra og fór svona betur með mannskapinn eftir. Það er hérna til hægri að þá þetta er svona svo veiðiaðferð sem við notum í dag með hlerana. Menn eru hérna að lyfta hleranum upp frá botni og þar að leiðandi náttúrulega fer þetta mun betur með botni. Ég held sjá þetta að segja það að hlerar eins og þeir voru hér áður fyrr, þessi gömlu, stálhlerar, tréhlerar, þetta voru hreinir plógar á botnum. Og ég held að það bara þetta að við erum farnir að taka hlerinu upp, svona það rægir kannski úr þessu hérna umhverfis mótmælum sem að oft á tíma hafa komið saman við botnról. Við höfum verið mjög heppnir hér á Íslandi í sambandi við það, en hlustaðar út í Evrópa þá var þetta alveg hrein plága hvernig þeir láta gagnvart trollinu. Og einn svona umhverfishópurinn, hann líkti botntrólinu við gjöreyðingu vopn. Niður á botninu, þetta væri bara svo kjarnorkur kannski. Þannig að þetta er svona allt í áttina. Næsta það. Nú, við höfum náttúrulega fylgst með í því að í gegnum árinu þá hefur verið talað mikið brottkast. Þetta er vel endalaus umræða. En í dag þá er mikið minna þetta hérna brottkast og menn eru núna farnir að fiska jafnvel bara fyrir stöðvarnar. Stöðvarnar vilja fá helst ekki léttari fiskefnum 2 kíló og það hefur náttúrulega leitt til þess að menn hafa þetta að fara að vanda sig við veiðarnar og þetta er einn af okkar þætti í því að minnka bæði brottkast og einnig að bæta meðferðin á fisknum sjálfum í pokanum. Við byrjum á þessu 2013 og búið Sturlaugar Dásinni og þá fellum við netið, pokan á 4 línum inn á þessa rauðu línu þarna, lykkjulínur og við erum með tölvöld mikla fellingu í netinu. Þannig að netið, það er eins opið eins og hægt að vera
í pokanum og náttúrulega auðveldar smáum fiski að sleppa út. Og á þessu skipi Sturli að geta, ef hann ætlaði að skipta yfir á gamla pokan eftir að búin að vera með þetta í hálft ár, að þá bara svona eiginlega fóru strákarnir í mínu sko. Það væri mikið meiri vinna við gamla pokan. Þá þurftur að vera hend út og svona drast með og svona. En þessi poki 155 mm, svona feldur, að það er mjög lítið að fiskur undir 50 cm endi borð í skipinu. Allt annað fer bara út. Og þá náttúrulega samanskapur hlýtur að hugsa, erum við þá ekki svona að leggja aðeins í sparisjóðina líka og vernda stofnana. En með þetta er svo margt annað, þetta tekur tíma, en þetta er smátt og smátt að koma. Grandi var með eitt skip sem Sturlaug, núna alveg þessi ár, frá 2013, en Samherji þegar þeir komist að þessu, að þá settu þeir alla ferskfisksstóna á þessa poka, sko, eða pokan á þessi skipi. Þannig að þeir hafa séð eitthvað út af því og við höfum heyrt að líka að gæði fisksins eru mikið betri og til að mynda hnakkastykki sem kemur úr Horslum, að það er eiginlega alveg perfekt úr þessum pokum. Já, það er hann í vídeói. Já, nú reynir á tæknitröllir. Það sýnir hérna neðan sem á mynd að taka. Nei, nú muni hinn. Viltu ekki þessa? Nei, hínna. Já, já. Technical problem. Nei, ekki problem. Þetta er neðansjóðmynd sem tekin einmitt af þessum poka borð í, þetta er hérna á Sturlaugarhöfðaðunni og þetta er líklega niður á svona 500 metra dýpi. Þetta er tekin bara með svona venjulegri GoPro vél. Og við náttúrulega keyptum svona sérstakt hylki til að utan vélina og hérna þetta er bara reynst gríðarlega vel. Þið sjáum aflanema þarna, hann kemur hérna niður, það er vegna það netið er svo slagt að hann er það þungur mælirinn. Þannig að sjáu þið smáfiskinn er að sleppa niður en fer beint niður í hífuna, sko. Pokaleginu. En þarna er verið að toga 3,5–4 mílna verð. Og þið sjáu að pokinn er allur mjög útþaninn. Þarna eru konir í ufsa og það er búið að sanna það sko að fiskurinn hann er syndandi allan tíman í þessum pokum. Og þeir segja það til að stráka á þessum skipum að þegar þeir eru að taka 6–8 tonna haf að þá er eiginlega hver einasti liggur við Spriklandi þangað til að þú er að gera öllum aflana. Viltu hitt vídeóið? Viltu hitt vídeóið? Nei. Okay. Það er bara að sanna. Þannig að hérna, þetta er líka einn svona, held ég, svona, já, töluvert stórt stökk fram á við, einmitt í sambandi við þetta. Því að við heyrum til og með í dag þegar maður er að fara í vinnur á morgnana að hérna þá koma tilkynningunum skyndilokanir og maður heyrir eiginlega aldrei orðið lokun á toga. En það er, ef það er eitthvað, það er allt saman línuveðar. Nú, ég kem frá Hafnfirði, eins og sagði áður, og hérna, Hafnfirði er búin að vera lengi við lýði, hún er stofnað 84, þannig að hún verður 85 ára núna eftir 2 ár og það hefur gengið á ýmsu, það voru 13 skipstjórar sem stofnuðu þessu fyrirtæki. Þeir sáu þörf á því að geta framleitt veiðarfæri og haldi fiskiskipaflotanum úti í stríðinu til þetta. Og þetta hefur svo, og þá var eiginlega yfir mestu verið að framleiða garn og kala. Og síðan upp úr 60 og þá fer þetta yfir í að hérna framleiða trollnet og kala og við förum yfir þessa í nematræði og við verðum að framleiða net troll sjálfur, bottroll og flótroll. Í dag er Hafnfirðar staðsett í 12 þjóðlöndum. Man í fóttum með einhverja 30 starfsstöðar en meira. Og á síðast árið þá bauðist Hafnfirðinni til sölu fyrirtæki í Færeyjum, þetta er Vonin,
og hún tók því boði og það fyrirtæki var með eiginlega svipaða veltu og Handriða á þeim tíma. Og þá var veltan hjá Handriðinu 8-9 milljarðar, þannig í dag þetta ekstra á millinu 18-20 milljarðar. Önnur breyting sem var mjög áhrifarík hjá okkur var það að það gekk mjög erfiðlega gegnum árin að fá starfsfólk í Handriðina og það endaði með því að þetta var allt fyrst hluti til Portugals og síðan til Litáen. Þar er allt efnið framleitt fyrir Handriðina og síðan dreift það út til Netaverkstæða. Þannig að já, ég held sér bara komið.